Verið hjartanlega velkomin í Hemmadal. Í þættinum að þessunni ætlaði að tala við ykkur jarðskjálfta og eldgos. Eins og allir vita þá eru jarðskjálftar á ferðinni núna. Flekarnir eru alveg í svo góðu stuð að bara bang, 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 hlæstu þú. Þeir eru bara í ári eftir stuður, þeir eru bara, þú veist, þannig að búið að aflétta öllum sótluneglum undir okkur eða. Þannig að þeir eru bara núna, þeir bara svo ánægð með að það er búið að aflétta þeim eiga kyssast og hittast og þeir eru alveg svo ánægð með þannig að þeir eru farnir að rekast á því að það er búið að vera svona, þú veist, örugglega bara bólsetja álfana eða eitthvað. Álfarnir eru örugglega losnað, búið örugglega bara bólsetja alla álfa. Álfarnir hafa örugglega verið með, þú veist, túndrandi COVID, það er svona rekast saman. Sko, í síðustu það kom ekki kannski alveg svona stór jarðskjálfti, en það allir betur þessum skjálfta sem bombar á mann. Nú, mér fannst það rosalega merkilegur. Jarðskjálfti maður. Merkilegur, svo kom annar. Þetta er svona, ekki nú merkilegt, skilum. Þeir eru búin að koma svona, orðið svona margir. Þá hætti ég svona sem hefur verið, ok, þetta er bara jarðskjálfti, það hættir að merkilegt eftir fyrsta skjálfta, þá hættir þetta að vera merkilegt þess mér. Þannig ég er svona, nenni ekki að lýsa, ég ekki. Þannig ég vapna til eitt búið og svo bara þetta er alltaf að það kemur hvort það er jarðskjálfti þarna og þannig skilur upp. Það er svo sviðsettur vegna þess að það er ekki komið jarðskjálfti núna í landinu. Og þegar það er svona mikið jarðskjálfti, þá getur komið eldgos, bara búm. En það tala þessi flæðigos og sem þýðir náttúrulega það að það fer ekki í meira byggðir. En það fer alveg, þú veist, bara á ekki byggðir. Og ekki á mannabyggðir, en álfar gæti verið hættu. Almannavarnir pæla ekkert í álfanum. Álfarnir eru í stórri hættu. Álfar eru í útrýmingarhættu. Alltaf er gos, þá eru álfar alltaf í góðri hættu. Það er rétt að vona að þeir séu með svona almannavarnir og þeir séu með svona þríeyki eins og við í COVID-19. Þannig að ég bara vorkenni álfunum rosalega mikið að þurfa það. Sérstaklega með þessi hálfvarnir í Hafnarfirði sem búa, þú veist, því honnilegur er þar. Það er svona álverir, það er kannski álverir starfsmennir í hættu, en svo búa það bara álfar kringu það. Þannig að álfarnir eru í svakalegri hættu. Það er bara, þeir eru bara, við erum bara, þú veist, þeir eru bara, þú veist, það er hræðilegt. Og það er bara, móðir náttúra er bara álfamorðingi. Getur verið mannamorðingi og getur líka verið mannamorðingi. Það er eldgos getur bara drepi álfar. Og álfar er mjög hættu, ekki meir. Þannig að, þú veist, ég stæði það að hugsa það, að hvort að álfarnir er ekki bara, við erum með okkur mönnunum á meðan að þessu gengur, það er miklu betra. Annars er þetta bara að deyja og það er skelfilegt, því að álfarlíf er mikilvægt mannslíf. Eins og segir kvæðinu góða, eru álfar kannski menn? Veitum það ekki. Þannig í rauninni þá eru álfarnir alveg í hryggalrættum ef það kemur eldgos og það er náttúrulega þannig. Það er náttúrulega Kaldársel og Krýsuvík. Krýsuvík er í Hafnarfirði, þannig að ég er í Hafnarfirði. Það eru álfar í Krýsuvík. Það er svona, í rauninni einu álfarnir sem að sleppa eru álfarnir í Hellisgerði. Og Hellisgerði er höfuðborg álfanna. Það sleppa þeir, þannig að þeir sem búa í höfuðborg álfanna, sem er Hellisgerði, þeir sleppa. En ættingjar þeirra og vinir sem búa á þessum stöðum, þeir sleppa ekki. Þeir geta við, þannig að álfar geta við. Þannig að þetta gæti orðið álfa döðum og mikið sorg á lónum. Þannig við bara, þú veist, bara byggjum bara til Guðs að sé einhverja almannavarnir hjá álfanum sem að koma í veg fyrir það að þeir deyju og þeir koma bara til okkar og við verðum bara að sýna þessum öllum álfanum stuðning og veita þeim þá hlýju. Því þetta er mjög erfitt því að ef það kemur eldgos þá eru þeir náttúrulega bara í svakalega miklu hættu. Þeir eru í mestu hættunni.
Þannig að við á höfbrukarsæðinu erum að og Grindavík og fleiri bara þurfum bara gjöss og vel og núna bara hugsa álfana og þú veist, bara vonandi koma álfan til okkur og bara hleypa þeim inn í hugar meðan sem stendur, þegar þetta er búið, þá er þetta sendað heim aftur. Einhver skemmdir þurfa kannski eitthvað að lagfæra, það er þeirra mál. Þeir eru svo flinkir og eitthvað, þannig að það eru álfarnir sem eru mestu, mjög ekki það. En svo annað sem ég að líka, með eldgos sem kemur. Þú veist, þá kemur svona reykur með þessu, þú veist, og við erum engin reykældur að hætta að segja almannavarnir. Víðir og Veðurstofu og gæla þannig, og gæta hann það á fundinum í gær. Sko, í rauninni, þá þetta reyndar góðstur, því að ef það kemur reykur og COVID, að tala við hver COVID kannski er COVID bara í loftinu, við höfum aldrei séð þetta COVID-dæmi, en kannski er það í loftinu. Og ég hugsaði það að þegar það kemur eitthvað og COVID, og COVID náttúrulega andar að sér, af því það heldur bara að þetta sé eitthvað þetta er okkur. Og þú veist, þetta er COVID. COVID fær bara reykeitrun og hvað deyr. Þannig að COVID fær reykeitrun, það er náttúrulega mál, sko. Þegar COVID fær reykeitrun úr eldgosinu, það er glæsilegt og það við skulum fagna því. Þannig að við skulum bjargum álfunum og fögnum því að COVID fái reykeitrun. Ég vona allavega að COVID fái reykeitrun og þess að helvítis anskot, þessi djöfull er bara búin að vera alveg gjörlega á bara fjörnu, smík, þú myndir svona, ég ætla að geta ná í þig, og veist, eitthvað svona, er þú veikur, og kannski deyruð, og gamla fólkið, og þú veist, að ráðast á, þú veist, bara, þú veist, eldri borgara, undirliggjandi sjúkdóma fólks níðingur, þessi kórónuveiran, og níðingur, bara, þú veist, þannig að bara ef að það er reykeitrun út af eldgosi, það er bara, þú veist, klöppum fyrir því, en hugsum álfana með eldgosinu, og þetta eru jarðskjálftarnir líka svolítið, þannig að þeir eru átt löngu búin að koma til okkar og hjálpa okkur hjálpaðum, þeir eru öruggari hjá okkur, álfarnir, heldur þannig heima þessar. Því margar skemmdir á álfaverkjum hafa komið til eldgosi, bæði með eldgos og jarðskjálftar. Og það hafa Davíð álfar úr þessu og það er skelfilegt. Við þurfum svolítið að hugsa annað okkur manni, við þurfum að hugsa álfana líka. Álfarnir eru jafn mikilvægir við. Þeir koma á sig jörðum úr okkur. Og þeir eru ekki útdauðir. Þeir eru komið mörgum ár. Áður en þetta landa numið, bjuggu hérna álfar. Áður en það var ekki byggð, mannabyggð. Þá voru álfar hérna. Og álfarnir, í næsta þætti, þá ætla ég að tala aðeins, ekki mjög meira álfar, ég ætla að tala álfarnir líka núna, því þeir eru í miklu hættu. Og bara vonandi þá bara þurfum við og þetta áttu þeir bara fyrst að koma til okkar og fá hjálpa okkur mönnunum, þegar jarðskjálftinn til við þetta áður en þeir eru byrjað hlýða. En staðist í jarðskjálftinn sem gæti hljóma svona, já, aðeins herra, svona, gæti orðið þess að álfabyggðin algjör álít, þannig að þá getur komið eitthvað, þannig að þeir ættu nú að leita til okkar, við ættum að hjálpa álfanum, greiðin, þeir eru í mestu hættu, þannig ég bara vorkinu og ég hugsa mjög lítið á álfana, afsakið, þarna pumpaði ég út, en bara vonandi bara hjálp við álfunum og við erum að standa saman álfunum. Þeir eru hættir núna. Þannig að hugsa álfuna. Þátturinn er ekki lengra þessu sinni. Verið sæl, ekkert væl, sjáumst hæl.